Sæl öll og takk kærlega fyrir boðið og fá að vera með ykkur í dag. Ég heiti Linda Björk Ólafsdóttir og er yfirþjálfari hjá Krafti KR. Og ég heiti Freyja Kjartansdóttir og er aðstoðarþjálfari og jógakennari. Fyrst vil ég segja frá okkur samstarfsverkefni sem er á vegum Reykjavíkurborgar og KR. Kraftur KR er samstarfsverkefni Samfélagshúsin Aflagranda 40 og KR sem snýr að hreyfingu fyrir fólk óháð aldri og búsetu. Lögð er áhersla á heilsueflingu eldri borgara eða 60 ára plús. Æfingar hjá Krafti KR er þáttakendum að kostnaðarlausu, samfélag eldri borgara fer stækkandi og margir hægt að vinna fyrr en áður og meðal lífaldurinn hækkar stöðugt. Nauðsynlegt er að finna leiðir til að sporna við eða seinka ferli eða seinka þróun öldrunar þannig að fólk geti verið sjálfbjarga mun lengur inn í efri árin. Til að stuðla að lengri lífsgæði langt fram á efri ár þá er nauðsynlegt að hvetja eldri borgara til hreyfingar og styrktarþjálfun ásamt samveru sem kemur í veg fyrir félagslegri einokun þegar aldurinn færist yfir. Innanhúsæfingar og gönguhópur, æfingar hjá okkur er innandyra frá byrjun september og til loka maí. Æfingar eru 2 í viku á mánudögum og föstudögum yfir vetrartímann og tekur hver æfing 55 mínútur í senn, eða svona 50 til 55 mínútur. Gönguhópur er þar auki 2 í viku yfir vetrartíma en það fer aðeins eftir veðri og færð en gengið er mismunandi leiðir til að viðhalda fjölbreytninni í klukkustund. Yfir sumartíman er gönguhópurinn og hann er þá 3 í viku. Þá eru styrktar og jafnvægisæfingar eða jafnvægisæfingum flettað inn í gönguna. Þess má geta að KR-ingar er ekki með fjölnota íþróttahús en það er vonandi til bóta. Kraftur KR hefur verið starfandi frá árinu 2017 og í fyrstu voru æfingar aðeins einu sinni í viku eða þar til ég hóf störf sem þjálfari Krafts KR 2021. Til að byrja með voru 12 til 18 iðkendur sem mættu reglulega í KR-heimilið en fljótlega fór iðkendum fjölgandi. Konur voru í meirihluta en 3 til 4 karlmenn mættu reglulega í upphafi. Fljótlega fór iðkendur og óska eftir fleiri tímum að vera að minnstakosti 2 í viku. Var þá æfingu fjölgað í KR eða í samræmi við KR. Og þá er þetta áramóti 22-23 og í kjölfari kemur svo Freyja og að þjálfa hjá okkur. Iðkendum fjölgað hratt eftir þetta og vorið var iðkenduhópurinn kominn í 70 til 80 manns. Haustið 2024 var fjöldi þátttakenda orðið slíkur að nauðsynlegt var að skipta hópnum upp í 2 jafnstóra hópa, þannig að það var til fyrri tími og seinni tími og áfram 2 í viku. Þáttakendum gafst kostur á að velja annarkvort tíman. Núna í vor urðum við að búa til 3. hópinn þar sem að skráðir iðkendur voru komin yfir 200 manns. Þar sem að það er ekki bein skráning í hópa, þá hefur það skipt máli ef mæting í tíma er yfir 30 manns og er því nauðsynlegt að 2 þjálfarar er á staðnum, bæði öryggisins vegna og til að æfingarnar skila sér markvisst til allra. Þannig að í dag eru 3 hópar á mánudögum og föstudögum klukkan 8:45, 9:45 og 10:45. Iðkendur Krafts KR í dag er það bil 270 manns. Flestir iðkendur Krafts KR búa í göngufæri við íþróttahúsið. Aldurstímabilið hjá Krafti í KR var 56 ára til 93 ára en í dag er það 57 ára og 89 ára. Við erum með fjölbreyttar æfingar og í dag langar mig að segja ykkur aðeins frá því hvernig Kraftur KR hefur þróast frá upphafi og hvað hefur virkað vel. Hjá Krafti KR er lögð áhersla á fjölbreyttar æfingar eins og samhæfni, samvinnu, styrktaræfingar með eða án lóða, jafnvægisæfingar, þolæfingar, stöðvaþjálfun, jóga sem að Freyja sér
og boltaleikir þar sem áherslan samhæfni og skynfæri meðal annars. Rík áhersla lögð á fjölbreytni við val og æfingum til að koma í veg fyrir þreytu eða leiða til lengri tíma. Eins þátttakendum ögra með því að fara út fyrir þægindarammann við æfingar. Þetta atriði skiptir miklu máli að okkar mati. Þetta getur verið erfitt fyrir iðkendur til að byrja með en eftir að æfing yfirstaðin eru þáttakendur mun ánægðir með sjálft sig og finna að það hefur afrekar ákveð með því að fara út fyrir rammann. Iðkendur Krafts.k eru dugleg að draga með sér vini, kunningja og maka á æfingar og þannig hefur fjölgað jafnt og þétt í hópnum. Starfsemin hefur þannig spurst út og vakið athygli. Karlarnir eru stöðugt að sækja á og fer þeim nú stöðugt fjölgandi. Gamlir æskufélagar mæta og draga með sér enn fleiri. Konur eru og voru í meirihluta frá upphafi en smátt og smátt fer körlum fjölgandi eins og fyrr getið og það mjög ánægjulegt. Karlarnir voru tregir í byrjun, talið sér trú að þetta væri ekki fyrir þá, að þetta væri bara fyrir fólk sem væri ekki vel á sig komið. Þá hafa þeir einnig talað að það sé erfitt að hafa sig af stað og við höfum heyrt það mjög oft. En sem betur fer hefur þetta heldur betur breyst og þá hefur ég bara gaman að segja frá því, en þá hefur einn iðkandi sagt okkur að það var konan sem að dróga hann á æfingar en nú það öfugt. Það hann sem að draga eiginkonuna sína á æfingu. Mörg hver í Krafts.k eiga rætur að rekja til félagsins og eru rótgrónir vesturbæingar, það gamli KR-ingar sem æfðu með félaginu, eiga ef til vill börn sem æfðu, eiga barnabörn sem æfa nú þegar með KR og tengjast þannig félaginu aftur á þriðja æviskeiðinu. Mörgum finnst það mikill bónus og heiður að koma aftur inn í félagi og tilheyra því. Það rifjast upp endurmenningar nefnilega hjá mörgum. Þjálfunin snýst ekki bara styrk eða úthald, heldur líka tengsl og reglusemi og sjálfsmynd. Þátttaka í svona hópum gefur fólkin rútínu, tilgang og ánægju og dregur úr einangrun sem margir upplifa þegar félagsnetin breytast með aldrinum. Hreyfing verður þannig ekki aðeins heilsubót fyrir einstaklingin, heldur samfélagslegt málefni sem styrkir alla. Þegar fólk finnur að það skiptir máli og tilheyrir sínu félagi, þá breytist margt, líðan, sjálfstraust og daglegt líf. Vellíðan, sjálfsmynd og markmiði hvetjandi þættir, hreyfing ekki aðeins líkamsrækt, heldur andlegt og félagsleg heilsuvernd. Iðkendur Krafts.k tala að þau finna mikið mun á sér ef þau missa úr æfingum. Þeir finnst allt vera erfiðara ef æfing dettur niður. Einnig tala það að það ekki bara líkamlegi þátturinn sem skiptir máli, heldur líka félagslegi þátturinn. Það ákveðin athöfn að mæta á æfingar. Kaffisopinn mikilvægur eftir æfingu og það mikil gæðastund hjá okkar fólki. Að tilheyra samfélag sem dregur fram hvatninguna sem fylgir því að vera hluti af hópi, það lykilatriði að tilheyra hópi eða félagi. Iðkendur tala einmitt það, að þau mæti jafnvel hálftíma fyrr, bara til að fá sér kaffibolla og spjalla við fólki. Þau eiga vini og æfingafélaga og finna fyrir sökni eða vinur eða vinkona mætir ekki. Þetta ekki bara líkamsrækt, þetta líka félagslíf að þeirra sögn. Afsakið. Við erum með gönguhóp og gönguhópurinn, við erum endalaust stoltar af okkar frábæra gönguhóp sem hefur verið starfræktur frá því vorið 2023. Á sumrin eru göngurnar 3 í viku og á veturnar 2 í viku eins og áður hefur komið fram. Þarna hefur myndast góður kjarni fólks og hópurinn fer ört stækkandi. Þau eru duglega að halda utan hvort annað og styðja við hvort annað og það mjög mikilvægt. Hópurinn hefur verið alveg einstakur og þarna hefur myndast góður vinskapur. Í fyrstu voru þetta aðalega konur og einn karl en nú í sumar hafa fleiri karlmenn bæst í hópinn. KR ekki með fjölnota íþróttahús eins og hefur komið fram. En ef
færðin mjög slæm, þá hefur það nýst gönguhópnum að fara á gervigrasvöllinn og ganga nokkra hringi þar. Félagsleg tengslamyndun mikilvæg, eins og fyrr segir, og mikilvægasti þátturinn gæðastundin, að hittast yfir kaffibolla fyrir eða eftir æfingar. Það gaman að segja frá því að Kraftur KR hefur tekið þátt í Reykjavíkurmaraþoni 2 ár í röð. Með því að taka þátt þau að ögra viðteknum hugmyndum aldur í Reykjavíkurmaraþoni. Margir þáttakendur Krafts í KR hefðu aldrei tekið þátt í slíkum viðburði og þetta því mikil upplifun. 3 kynslóðir að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Amma, afi, börnin og barnabörnin. Það getur ekki verið skemmtilegra. Markmiðið að hafa gaman, njóta og gera sitt besta og gengum við öll 10 kílómetra nema einn þáttakandinn sem að gekk hálft-maraþon. Í fyrra vorum við með keppendur í 3 og 10 kílómetra göngu. Þetta verkefni tókst vel og fjölmenntu iðkendur Krafts í KR í ár og endurtóku leikinn með enn fjölmennari hóp. Þátttaka ekki bara líkamleg virkni, heldur sjálfstyrking, tengsl og viðurkenning. Þá mikilvægt að fá stuðning frá okkar fólki á hliðarlínunni, þau hvetja okkur áfram. Þessi þátttaka okkar í Reykjavíkurmaraþoninu hefur vakið mikla athygli og má búast við talsverðri fjölgun í þáttakanda á næsta ári, en margir sýna þessu mikinn áhuga. Kraftur KR hefur verið að ganga til góðs og safna áheitum fyrir einstök börn og Alzheimers samtökin. Nú, bara fyrir skömmu, þá voru í fyrsta skipti með bakarsgöngu Krafts í KR 60+, þann 24. september síðastliðinn, í tengslu við Íþróttaviku Evrópu, BeActive, sem var í lok september. Gengið var hringinn í kringum KR-svæðið og farnir eins marga hringi á klukkustund. Þessi viðburður tókst vel og fyrirhugað að endurtaka þetta að ári og bjóða fleiri íþróttafélögum að taka þátt. Þess má geta að viku eftir Reykjavíkurmaraþoni var powerhlaupakeppni í Fossveginum og þetta svolítið skemmtileg saga því að þar áttu við 2 fulltrúa sem gengu 5 kílómetra af því þær voru í stuði og þeim fannst gaman í Reykjavíkurmaraþoninu. Félagslífið og lífshlaupið, fjölbreytnin skiptir máli. Sem dæmi förum við í ýmsar heimsóknir, haust- og vorferðir, þar sem við gerum okkur glaðan dag, auk þess að hreyfa okkur. Sem dæmi gerum við mullersæfingar í skóginum við Laugarvatn. Í Borgarnesi fengum við leiðsögn eldri hluta bæjarins og einnig höfum við farið út að borða eða á kaffihús eftir göngu eða æfingar. Félagsleg virkni jafn mikilvæg og líkamleg. Við höfum tekið þátt í lífshlaupinu og fengið viðurkenningar 2 ár í röð. Samheldni og samstæða einkennir iðkendur Krafts í KR í lífshlaupinu. Og þá höfum við einnig tekið þátt í götugöngu í Kópavogi síðastliðin 2 ár. Að lokum, fyrir iðkendur Krafts í KR hefur það skipt máli að mæta 2 í viku á æfingar og hafa þau talað það hvað þessar æfingar skipta miklu máli og að mæta reglulega hafi góð áhrif. Við þjálfararnir leggjum áherslu á fjölbreyttar æfingar, við leggjum mikla áherslu á jafnvægisæfingar í tímum ásamt styrktarþjálfun og þreki og að hafa gaman. Það hefur verið okkur sönn ánægja að sjá hvað Kraftur KR hefur stækkað og dafnað frá byrjun. Samheldni og samstæða hefur einkennt iðkendur Krafts í KR. Þau eru jákvæð, skemmtileg og til að ögra sér á æfingum og fara nú orðið hiklaust út fyrir þægindarammann. Það aldrei of seint að byrja að æfa. Hreyfing og styrktaæfingar bæta lífsgæði og félagslega þátttöku eldra fólks. Samfélag nýtur góðs af virkari eldri borgurum. Það mikilvægt að skapa tækifæri fyrir þátttöku allra. Við viljum taka sérstaklega fram að Íþróttafélag KR hefur svo sannarlega tekið vel á móti iðkendur Krafts í KR. Þau finna að þau eru velkomin í félagi og tilheyra. Starfsfólk hefur tekið okkur opnum örmum og eru alltaf tilbúið með heitt á könninni. Takk fyrir okkur. Takk.